Já, nú ætlum við að tala einhverfar konur og kannski fúla karla ef tími vinnst til. Hérna komin Vigdís M. Jónsdóttir, sálfræðingur. Velkomin. Takk. Ég fékk þig að því að þú skrifaði grein á Vísi sem að ég veit að fór víða einhverfar konur. Og þú skrifaðir eins og þetta væri svona falin hópur. Við þekkjum það úr heilbrigðiskerfinu að það verið þurra svona miðað köllum og svona. Já. Það virkilega þannig í sambandi við einhverfu að við sjáum fyrir okkur einhverja kalla og konurnar dingla svo þarna og passa kannski ekki inn í þá svona, ég veit ekki hvað það sem boðið upp á. Algjörlega. Og eins og ég skrifaði í greininni þá er svona frekar stór ástæða fyrir þessu þessi hæfileiki kvenna á einhver rófi að hylja einkenni sín og aðalega í samskiptum kannski að þær eru virðast vera bæði líffræðilega þannig víraðar að þær hafa þennan hæfileika. Margar hverjar þetta náttúrulega á ekkert alltaf við eða allar einhverja konur en já, það er svona líffræðilegar ástæður og síðan á hinn bóginn þetta líka svona félagslega mótað, þú veist, að allar konur eru svona, það er ýtt undir það að við séum þægilegar og við hugsum aðra, eigum að vera í svona þessari umönnun og hugað þörfum annara, tilfinningum og fleira. Þannig að þessar konur... En eru einhverjir góðir í því? Já, konurnar og sumir kallar á einhverju og við virðast hafa þennan þessa eiginleika að geta greint samskipti en eru náttúrulega ekki þannig sjálf. Vilja eru það er eðlislegra fyrir þeim að hafa öðruvísi samskipti sem meikar sens fyrir einhverfa þegar þeir tala saman en hins vegar þegar maður þarf að ræða við einhvern sem er taugatípískur þá eru svona óskrifaðar samskiptareglur og svona ákveðin háttur á samskiptum sem að oft einkennist af, þú veist, að maður þarf að lesa á milli línanna. Man er ekki kannski sagt nákvæmlega það sem maður þarf að vita, heldur þarf maður einhvern veginn að skynja það og fólk er ofta ekki að segja það sem það meinar, það er ekki heiðarlegt, það kemur sér ekki alveg að efninu, þarf fyrst einhvern veginn að chit-chatta. Og það er mikil merking sem liggur undir línunum og svona, í samskiptum óeinhverfra. Já, og taugatípískir eða óeinhverfir, þeir vilja líka sykurhúða, þú veist, það er einhvern veginn ekki mjög svona skilvirkur máti að hafa samskipti á að mati einhverfra. Og ég mér finnst þetta ákveðið vandamál út frá því hvað þetta tekur mikla orku frá konunum sem eru einhverfar að maður þarf að hafa mjög mikið fyrir því að fara inn í svona samskipti og það sem að þær... Það sem að leika samskipti óeinhverf. Já, og þetta er ekki leikur, þú veist, sem að ég myndi segja að þú veist, þetta sé einhver óheiðarleiki eða svoleiðis. Þetta er meira svona þessi tilhneiging að vilja passa inn og vera ekki fyrir aðkasti að vera köll. Eins og við gerum náttúrulega linnulaust í mismunandi hópum. Algjörlega. Við tölum öðruvísi. Þegar við sækja lán í bankanum eða þegar við förum á leikskólan og sækja barnið. Absolutt. Og ég er ekki að segja að þetta sé endilega neikvætt alltaf, þú veist, auðvitað þurfa einhverfi líka, þú veist, að læra hvernig, þú veist, á að tala við taugatípíska. En vandamáli snýr svolítið að því að ábyrgðin liggur öll hjá þeim. Og mér finnst kannski eðlilegra Þið aðalaðist okkur. Já, og mér finnst kannski eðlilegra ef að þú veist það væri á báða bóa og það er kannski svolítið hluti af tilganginum sem að ég hafði svona í huga með því að skrifa þessa grein
Og þú ert að halda því fram, eða ekki, að kallanir einhverfu hafa svona næstu því viðurkennt pláss sem að þeir hafa. En konunum bara alls ekki. Þú veist, maður Við sér veitum ekki það. hvað við að gera við einhverju konu. Nei, og þú veist, við vitum hvað er gert við þær ef að þær eru ekki að aðlaga sig svona mikið. Þú ert einhvern veginn bara kannski, þú veist, ef að þú ert heiðarleg og segir það sem þarf að segja og segir hlutina bara beint út, segir nei, innan ekki að koma því mér langar það ekki eða þú veist, eitthvað sem maður er ekki að ljúga. Og sko á vinnustöðum til dæmis þá myndi maður bara vera tussa eða erfið eða þú veist, ég er ekki að vera eins og samfélagi vill að ég sé. Og við þolum að karlar séu leiðilegir. Já. En við þolum ekki að konan sé það. Já. Það þú veist leiðileg með öllum gæsalöfnum. Já, það er einhvern veginn þannig og sko vandamáli að því ég segi þú veist þetta sé ósýnilegt. Það er í raun þríþætt sko. Í fyrsta lagi þá er kerfið ekki að grípa þér. Þetta er náttúrulega líka sprettur upp frá því að það var ekkit verið að rannsaka þessi einkenni eða hvernig birtingamyndin er hjá stelpum og konum og greiningaskilmerkin eru skrifuð út frá rannsóknum á drengjum og Býtum á aðeins, að hverju heldur það sé? Er það vegna þess að einhverfir strákar voru svona erfiðir að við verðum að finna einhverja leið til að segja við á en við sáum ekki stelpunar að því þær voru leiknar í því að fela þetta. Algjörlega. Eða fela. Já, algjörlega. Og einmitt að þær sko hafa þennan hæfileika og tilhneigingu til þess að læra þetta alveg frá unga aldri að þú veist, ég þarf að breyta mér og ég þarf að sko greina samskiptin og vita, herma eftir öðrum stelpum, hvernig þær eru að haga sér til þess að ég verð ekki út undan eða verð fyrir einelti og þetta sko, þú veist, kemur ofta ekkit fram fyrir svona þær eru það byrjil kannski 8 ára þá fara samskiptin að svona verða flóknari vinahóparnir sko, þú veist, það verður einhver svona pólitík í þeim, þú veist, það verður til einhver hierarkía sem að einhverjum stelpum finnst bara ekkit make a sense. Stundum er sagt að stelpuna hóparnir séu miklu erfiðari, miklu meira goggað hvort í aðra. Já, þær eru að slúðra og svona. Miskunnarlausar. Já. Strákarnir eru svona nuppar og. Já, það er einfaldara, þú veist, þeir eru kannski svona einhvern veginn, já, það er minna drama ef við getum sagt. Það er einfaldari, sko. Við getum bara látið strák líða vel með því að sína fótbolta og gjónum bjór. En einhverju stelpunar, þær sko eru þægilegar eins og þú segir, þú veist, stelpa sem er hljóðlát í tímum og les mikið og er bara afburða námsmaður og er ekki erfið. Hún alltaf vekur ekki athygli kennarana. Og svo er samfara þessu sko að hún veit ekki að það er ekki eðlilegt að verða svona þreytt eftir samskipti að þú veist þurfa að undirbúa sig að minna sig á að halda augnsambandi vera með viðeigandi svipbrigði þú veist og ofhugsa samskiptin eftir á býtu sagði ég ekki örugglega það sem að viðeigandi tala ég og mikið tala ég og lítið greip ég mikið fram í, þú veist, enda ég samtali á réttum tíma. Þetta er svo ritstjóra í hausnum. Já, og svona þessi tilfinning að vera alltaf 2 skrefum eftir á því þú ert alltaf að þýða yfir í annað tungumál, þú veist. Hvað er þess að meina? Til er ekki alveg þessum heimi. Nei, já. Herðu, mér er gaman að sitta hérna og reyna að skilja eitthvað sem ég vissi ekki áður. Og ég veit voða lítið einhverju. Svona, hvað eru margir með einhverju? Sko, ég vil segja 1-2%, ég man ekki alveg töluna, en ég held að það sé miklu meira. Þú veist, það er þetta hlutfall sem ég nefni 4 á móti 1, 4 strákar á móti 1 stelpu, sem að síðar, þú veist, núna bara nýlega, það er ekkert mörg ár síðan sem að
var gerð rannsókn þar sem að voru notuð, var verið að nota einkenni eða birtingamynd hvernig stelpur eru á einhverrófi og þá var hlutfallið nær 2:1 og jafnvel ennþá lægra. Og ef við setjum þetta, já, ef við setjum þetta í samhengi, þú veist, við Ísland, þá eru kannski 1000 kvenna á einhverrófi sem vita það ekki eða eru ekki greindar út af því að greiningarskilmerkin og greiningaraðilar eru náttúrulega miklu meira þjálfaðir í því að sko, skynja hvernig strákarnir eru. Og svo líka einhverjir strákar sem eru einhverju á þess að vita það. Já, algjörlega. Getur verið. Ég er svo gamall sko að stundum verður ég hissa því að svona fólk á mínum aldri og það er að fá svona alls konar greiningar. Allt í einu fólk 60 er komið ADHD og eitthvað þarf á einhverjurófinu og eitthvað sem að maður tengir svona við að hefði kannski gagnast til greiningar þegar það var yngra. Algjörlega. Er það ekki þannig? Algjörlega. Og það er líka svona... Ég er að hugsa að byrja allir ég sé einhverju. Mögulega, það getur komið til mín við skima. Ertu í því að greina? Ég er ekki í því að greina, ég er að skima, þú veist, og hérna ég kann að greina, ég hef ekki gert það, mér skemmtilegra svona að vera í þessari meðferðavinnu. En segjum að ykkur að hlusta á okkur sem að kannast við það, hvað sem er kallaða kona, kannski sérstaklega kona. Og hringir ykkur í bjöllu sem að lýsa áðan að ég er búin að eiga ykkur samskiptum og ég er að fara yfir þau og ég er bara að undirbúa mig hérna áður en ég fór í það og mér finnst ég aldrei almennilega fitta svona inn í hérna þetta frjálsa flæði sem að annað fólk verið hafa tök á. Hvað er ekki það? Sko, lesa þið til fyrir það fyrsta. Já, eða þú veist allavega að skoða svona góða sorsa. Það er sem fólk gerir, það er bara googlar. Það googlar og ChatGPT og allt það en mikilvægt síðan að finna stuðning og það er hægt að fara til sálfræðings. Mikilvægt að svona ganga úr skugga það meðferðaraðilinn sé með þetta á hreinu þessa birtingamynd þannig að þú þurfir ekki að fara á marga staði og eyða fullt af pening þannig til þú finnur þann sem að virkilega skilur þig og trúir þér. Þú veist, mér finnst mín svona klíníska reynsla að það margar konur að koma og eru búin að fara, þú veist, víða og búin að vera hjá sálfræðingi sem voru litlar og og fatta síðan á einhverjum tímapunkti mögulega ég einhverf og hafa kannski nefnda og viðkomandi fagaðili hefur sagt nei, þú veist, þú ert svo góð í samskiptum og hérna, nei, það getur ekki verið og þá, þú veist, hérna er það náttúrulega skaðlegt og ég vil meina það. Þá áttu við að það hefur verið að segja að það verið svona bara svo góð í því að fela þetta. Já, það er það sem að meðferðaraðilinn sá. Akkurat og þá er ekki spurðar frekari spurningar og þá er einhvern veginn verið að loka bara á þetta og ef þú ert óviss þá kannski trúir því frekar að meðferðaraðilinn viti betur en þú á meðan ég geng alltaf út frá því að fólk sé sérfræðingar í sjálfu sér þannig að ef einhver kemur og segir mig grunar í sig á einhverrófi þá er það yfirleitt rétt. Þú ert svona eins og í MeToo, þú trúir þolandan, þú trúir sjúklingum. Að sjálfsögðu. Er ómögulegt að einhver segi ég er bara á einhverrófi og bara hann er það ekki? Ég hef aldrei lent í því. Líka vegna þess, ég meina mér finnst eitthvað svo skrítið við það að leita til sálfræðings og þú veist það er enginn sem einhvern veginn vill vera einhverfur þegar hann er það ekki og er að leita sér aðstoðar vegna einhverfu einkenna sem þú tekur sjálft eftir og er ekki með þau, skilur við þannig að... Ekki möguleiki, ég fer til sálfræðings vegna þess að ég er einmanna og mér gengur illa að eiga samskipti við annað og ég er til að borga þess að 10.000 skalla til þess að hlusta á mig. Sumi fer til læknis á einmanna líka, gamalt fólk. Algjörlega, en þú myndir kannski segja, þú veist, ég er einmanna en þú varir ekkert eitthvað að heyrðu, ég er örugglega eða svona mögulega á einhverrófi. Kannski er það að vera einhverfur er viðurkennt eitthvað liti, en einmanna er bara við á nótt í það með að viðurkenna það, því það er bara litið á að það sé bara svo mikill persónulegu veikleiki að fólk gengst ekki við því, sko. Er það? Ég veit ekki, ég spyr. Er það þín kynslóð sem finnst það?
Ég er með bara datta hug. Já, mér finnst sko það vera kannski bara mörgum sem að finnst það bara meika sens að þessi einhverfir. Þú veist, við erum náttúrulega meira í samskiptum á netinu kannski og erum meira svona á yfirborðinu heldur en áður sko. Og þessi viðurkennt, þessi einmanna leiki sem að því fylgir. Já. Að fólk gengst við honum. Já. Og fólk að reyna að finna lausn á honum. Já, en það fylgir því óhjákvæmlega eins og nafnir kannski mikil skömm líka. En mér finnst fólk yfirleitt ekki feimið við að segja mér, ég er bara svo einmanna, skilurðu. En það er kannski öðruvísi að segja sálfræðingi heldur en sko vinum sínum, eða þú veist mömmu sinni eða hverjum sem er. Já, það er trúnaðu þar og ekki upptak í gangi. Nei, það er svolítið öðruvísi samtal. Já. En ég ætla að finna eitthvað leið til þess að fjalla meira einmannalega. Ég finn það bara þegar við erum að tala saman að þetta er svona efni sem við ættum að fjalla miklu meirum. Algjörlega. Og svona farsótt í okkar tíma. En ef að ég kem til þín sem kona og þú segir þú ert bara einhver og við alltaf verið það og það er svona kannski svona stærsti vandinn í þínu lífi, í svona samskiptu þínu við annað fólk og hvað getur gert? Þú getur ekki skorið í burtu eins og skurðlæknir eða hvað er að gera við þetta? Nei, sko. Hverju er ég betur settur með að fá stimpili frá þér? Við erum náttúrulega aldrei að segja við ætlum að lækna þessa einhverfu. Þú veist, þetta er bara eins og þú ert. Mér finnst best að byrja þessa vinnu á sjálfsþekkingu. Bara, þú veist, lesum okkur til og segðu mér hvað þú tengir við, það er engin einhver manneskja eins og næsta manneskja eða næsta einhverja manneskja, þannig að við viljum svona skilja hana betur og út af þessari tilhneigingu að vera alltaf að breyta sér þá oft veit konan ekki hvernig hún væri ef hún myndi sleppa því, þú veist hverju hún hefur áhuga og hvað þarfir hún hefur að því það fylgir einhverjunni oft það sem kallast alexithymia sem er þessir erfiðleikar með að skynja eigin tilfinningar og geta nefnt þær á nafn líka svona slow processing þar þú ert lengi að vinna úr tilfinningunum þínum þannig að þú fattar að kannski nokkrum dögum seinna hvernig þér leið í ákveðnum samskiptum með aðstæðum. Þannig að það er næsta skref að læra betur að þekkja tilfinningarna, hvað heita þær. Læra að lifa sem einhverjur, ekki losna við það. Algjörlega. En svo er stóðstu vandinn sem að þú varst að lýsa, er að hvernig tekið á mér í heimi óeinhverfa. Hvernig er tekið á mér, eða tekið við mér í heimi og stærsti vandi minn er ekki hvernig ég er, heldur ég er á hjólastólu, ég kennst ekki upp tröppunar. Já, mjög vel orðað, Og það er svona tilgangurinn með því að vekja athygli á þessu. Það er miklu auðveldara fyrir óeinhverfa að aðlaga sig og setja sig í spor annarra og það er svona meikar ekki alveg sens fyrir mér, þú veist að þessi ábyrgð einhvern veginn vörpuð yfir á hinn aðilann sem að vantar stuðning og þú veist ef að við myndum fræðast aðeins meira, við viljum auðvitað búa til samfélag þar sem þú veist er auðvelt fyrir allar taugagerðir að lifa, þú veist við græðum miklu meira á því og ég hugsa núna undanfarið mjög mikið vinnustaði og hvað, og mér finnst þetta mjög lítið rætt, þar að segja kostina sem fylgja því að vera einhverfur. Til dæmis inn á vinnustöðum, þú veist, þeir eru oft langbestu starfsmennir, skilvirkastir, ef að þeir fá ákveðna aðlögun, þar að segja aðstæður sem að skapa svona, kjör aðstæður fyrir þá til að vinna. Og hangi ekki yfir vaskælinum í spjalli. Já, það er ekki bara hvað það segir og eitthvað svona. Þú veist, heldur þurfa stjórnendur að átta sig á því að það þarf, þú veist, næði, helst lítið, bara rými að bara loka skrifstofu, ekki þessa flúorlýsingu. Þessar opnu skrifstofur sem voru í tísku. Þetta er bara hræðilegt, en
og sko að horfa á starfsmannin út frá því að taka eftir hverju þessi manneskja góð í og reyna að stýra henni og gefa henni verkefni sem að henta henni. Það mun skila af sér mestu afköstunum og við erum alltaf að hugsa það sem kapitalist samfélag og átta sig á því sko, einhverjir eru til dæmis mjög góðir í að greina mynstur. Þeir eru að sjá samhengi í kaotískri stöðu. Já, í gögnum, í hegðun viðskiptavina og fleira og líka mjög sko næmir á smáatriði. Þannig að þeir geta tekið eftir einhverju villum eða óskilvirkum ferlum og ef að þeir fá að vera eins og þeir eru þá munu þeir líka segja það af því þeir eru þeir eru hreinskilnir, þeir ljúga ekki, þeir reyna ekki að stytta sér leiðir, þeir vinna verkefnin og klára þau, þeim líður illa ef þau gera það ekki og eins og ég var að tala áðan með stelpunar sem að þessi hierarkía meikar ekki sens fyrir þeim í vinahópum, það meikar heldur ekki sens inn á vinnustað af því þú hugsa bara, sé hérna eitthvað sem stjórnandinn verður að vita og alveg sama hvort það sé forstjórinn eða einhver annar starfsmaður, þú þarft að vita eitthvað þannig að fyrirtækinu gengur betur eða verkefnið gengur betur fyrir sig að ef að það opið fyrir það að sko eiga þannig samskipti þá auðvitað græður á því sem sko stjórnandi í fyrirtæki. Það bara í allir sem að vinna í þessu fyrirtæki sem þú ert að lýsa sko. Margir vinna í fyrirtækinu það sem er svona félagslegt svona ég svolítið olbúa mig áfram og komast upp og sleikja forstjóran og þetta gengst svona mikið út á það sko, allir hlæja honum og nema eitt sem einhver. Já, algjörlega og þú veist, þeir eru sko mun ólíklegri til að detti svona einmitt þetta groupthink. Þú veist að bara það var þetta engin einhverjur hérna fyrir raun í bankaróðurum. Það var allir í partí, allir saman í lagsveiði og saman að fyllir yfir. Og heyra það sem er þægilegt og einmitt bara hvað ég er æðislegur og hvað var ég að fara að segja? Já, að vera ekki jámanneskja er svo gagnlegt og sko einhverju líka miklu minna bæjast. Það rannsóknir sýna það að þeir byggja niðurstöðu sínar á staðreyndum og lógík og miklu síður sko tilfinningum eða En þetta ætti að vera svona, ég meina allir þessir mannauðs stjórar og fleira, ættu að vera að búa fyrirtæki til þannig að hver myndi njóta sína. Það er ekki þannig. Langstæstu leyti eru kröfur fyrirtækis sem að þú bara fittir inn í eitthvað fyrirfram ákveði bóks og það er engin forstjóri sem er að segja, heyrðu, nú vantar okkur að neymenn. Það er ekki þannig sko. Nei, það er alls ekki þannig. Við viljum fá fleiri jámenn. Getur ekki einni viðbót. Algjörlega og sko að því að sko undanfarin ár hefur fólk verið eitthvað svona að furða sig á því og gera lítið úr þessari sko bylgju af fólki í kulnun og ég vil segja sko að vinnustaður svona hinn típiski vinnustaður er bara að framleiða starfsmenn í kulnun á færibandi. Þú veist, það er ekki bara það sem einhverju þurfa sem er gagnlegt fyrir þá, heldur líka bara hinn almenna starfsmann sem er ekki einhverfur. Þú veist, það er þægilega að vera inn á skrifstofu. Það er betra að vera ekki inn á endalausum fundum sem eru óskilvirkir og engin fundadagskrá og það sé sko meiri fyrirsjánleiki, skriflega leiðbenningar og skýrar væntingar. Þetta er mjög gott fyrir einhvern sem er einhverfur en líka fyrir alla hina. Þannig að mér finnst þetta bara svona En er ekki hægt við að þessi heimur sem þú ert að lýsa og eins og þetta ætti að vera það sem hinnum einhverfa líður betur. Að það sé svona jaðri við að vera svona bara eins og gervigrind. Hvað er það? Bara búið að smætta einhvern veginn heiminn, það er ekki mannalíkt í þessu lengur. Þetta er bara eins og vel geti allt eins gert þetta. Ég skil ekki spurninguna. Að ef að við skilgreinum verkefnin og ítum í burtu öllu þessu félagslega sem að, ég meina við erum hópdýr, við erum alin upp við varðöldin í einhverjum hellum og við erum líka stóruleiti
ég þori alltaf að segja að ég segi við börnum mín að 85% af þér á milli þín og annars fólks. Þess að sára lítið þannig inn í þér. Algjörlega. Og það það sem þú þarft að rækta og byggja upp. Algjörlega. En þegar þú ert að lýsa þessu þá ertu að svona fara með þetta niður í svona eitthvað eins og að kalla Excel-skjal. Sko ég held að þú ert að miskilja, þú ert að nefna tvennt, sko, þú ert að nefna, þú ert að biðja of mikinn svona fyrirsjánleika og eitthvað svona mekaníst. Og síðan ertu að nefna svona þörfina fyrir að vera í samfélagi manna og vera saman og vinna saman. Og þetta líka þörf þeirra sem eru einhverjir og fá þessar þarfir uppfylltar með öðrum einhverjum að því að samskiptin make a sense á milli þeirra og taugatýpískir skilja hvern annan miklu betur en síðan ef við krossum yfir og setjum einhverjum einn sem ekki einhverfur þá eru báðir aðilar, þú veist, það stangast á þessi samskiptastíl. Þannig að þetta svona double empathy problem eins og það kallað, þú veist, að þeir skilja ekki hvern annan og geta einhvern veginn ekki náð saman nema það sem hefur sögulega verið krafa að einhverfi aðilinn einstaklingurinn að sko, hann þarf að laga sig og greiningarskilmerkin, þú veist, þetta vandamál út af því að það taugatýpískt fólk sem að skrifa sér greiningarskilmerki. Það þeir sem að segja, heyrðu, hann ekki eins og við. Þetta minn heimur. Þetta minn heimur og þú átt að fitta inn í okkar. Þetta svo múslimi og miðflokksmaður að rífast. Já, og við sjáum það, þú veist, það engin samskipta erfiðleikar ef þú ert með einhverjum öðrum sem einhverfur og þú veist, það engin tilviljun fyrir að einhverfir þú veist, saman í vinuhópum. Þú veist, það meika bara saman. Þú myndir ráðleggja ef ég kemur til þín ung einhver stúlka að þá myndir segja við mig fyndu bara vinkonur sem líka einhverjar. Hún oft búin að því, þú veist, á kannski bara eina góða vinkonu sem líka einhver. Þannig að það oft þannig. Að sumu leyti finnst mér þetta vera að segja að við þurfum bara að tala eins meira þetta. Já, það er svona hulun af þessu og það að stæðstu leyti mun það bara bæta þetta því að þetta ekkert vesen í sjálfum sér. Nei, þetta ekkert vesen og þetta ekki dýrt, þú veist, að laga svona umhverfið að öðrum taugagerðum, þú veist, það ekki dýrt að vera ekki að lýsa öll rými með flúorlýsingu, það ekki dýrt að fræða leikskólakennara og þessa birtingamynd. Veist, það sem dýrt það sem við erum að gera núna. Það mjög dýrt að borga örorkubætur í 40 ár fyrir einhvern sem ef hann hefði fengið aðstoð í æsku og skilning frá umhverfinu og svona þessa aðlögun, þá margt af því sem ég að gera núna með konum sem koma algjör óþarfi, þú veist. En ertu ekki að lýsa þeim sem eru svona á rófinu, svona létt einhverjir, en svo eru sumir sem eru bara alvarlega einhverjir. Já. Og það kannski gildir ekki alveg það sem við erum búin að vera að tala um. Nei, einmitt. Það algjörlega rétt og þeir hafa miklu meiri stuðningsþarfir. En eru aftur á móti líka miklu augljósari, þú veist, það kannski gripið fyrr inn þar. Þannig að, já, en varðandi sko, þetta eitt í hug sem langar að ræða, sem eru þessi stuðningsþarfir sko, að greiningin gerð og síðan ákveðið, þú veist, það fylgir einhverju greiningunni level 1, 2 eða 3 sem sko vísar í, ef þú ert á level 1 þá ertu með stuðningsþörf, þið vantar sálfræðing og smá aðlögun. Svo level 2 þið vantar verulegan stuðning og svo 3 mjög mikinn stuðning. Og sko það sem gerist að yfirleitt ef að konur eru greindar yfir höfuð sem ég lýsa svona, sem eru góður í að maska einkenni sín, þær fá yfirleitt alltaf bara level 1 sem að endurspeglar ekki endilega stuðningsþörfina út af því að þær eru svo mikið að erfiða við að gera þetta allt sjálfar, skilur, og virðast vera hæfar, skilur, til þess að bera þetta einar. Þangað til að bara allt
brestur og þær fari í einhverju kulnun, sko. En ómeðhöndluð einhverfa, versnar hún? Ef að má nota þetta, ég veit það. Já, einhverjur einstaklingur sem að fær ekki stuðning. Versnar, sko, ég myndi segja að, sko, getan til þess að vera hylja svona. Að lifa einhverfur í samfélaginu? Já. Hún hún rekur mig í verri og verri stöðu. Já, ég skil ekki. Og djúp einhverju kulnun, sko, með henni kemur færnitap, þú veist, margir, sko, geta ekki lengur fundið orðin sín, þeir verða bara mjút bara í kannski lengri tíma, geta ekki lengur lesið, geta ekki gert hluti sem áður voru bara allt í lagi, skínúrvinnslan verður ennþá næmari. Þannig að öll ljós eru bara yfirþyrmandi og já, þannig að það sko, og þessi geta til að hylja þetta, hún fer bara. Þannig að sumar konur hafa verið að koma, sko, upplifa svona, eða segja svona, já, heyrðu, mér finnst ég bara allt í einu vera svo einhverf, en það er oftast merki að hún er bara komin í svo mikla kulnun og hún getur ekki lengur manað þetta er svo áður. Kulnun á þess að vera einhverjur. Hvað segirðu? Það er að vera í kulnun á þess að vera einhverjur. Fólk heldur að það sé einhverjur senginni. Ertu að tala þá sem eru bara ekki einhverjir? Eða þeir sem eru einhverjir? Og vita það ekki og fara í kulnun sem er í raun þá koma einkennin meira fram. Já. Það áttast ekki á því það kulnunin sem að... Akkurat. Þú talar svo mikið ljós að ég fór allir ljósa hvað ég var einhverjur, við erum svo gott að sita svo í rökkrinu. Ég held að haldi þetta væri bara nostalgíst að því að mamma vildi hafa svona rökkur. Er þetta eitthvað einhverjus engin? Nei. Já, þú veist, í blandi við annað. Þegar myrkri kemur aftur á haustin, þetta er alveg dásamlegur tími. Já, ég sko, þú veist, það er bara svona almennt skín úr vinnsla, þú veist, sem er svona mjög næm. Þú veist, að þóla ekki fara í kringluna og það er mikið áreiti. Ég þóla ekki fara í kringluna. Nei. Ég get verið þar í svona 11 mínútur. Max. 12 mínútur er ég bara að leita útgönguleið. Já. Og þetta, börnum mínu veit þetta, sko, hún er ekki að fara með mig. En ég held þetta væri út af, ég held þetta væri út af flogaveikinu og öðru slíku. Já, og ég þessi flogaveiki mér viðkvæm fyrir ljósum. Algjörlega, og þetta er sko blanda sko af ákveðnum þáttum sem ég sé, það er einhverfa og svo eitthvað hljóðin inni, það er eitthvað hljóð sem eru bara líka í þessi svo krónin út á Granda sem er mest ágætis búð. Hljóðin að inni er þannig ég bara get ekki verið þar nema í svona 11 mínútur. Já, ok, áhugavert. Þetta er svona eitthvað sem að þú þarft kannski að skoða með sjálf þér, ég veit það ekki, en að því þú nefnir flogaveiki, þú veist, þetta er oft sko einhverfa pluss flogaveiki, margir með mígreni, vefjagigt, magavandamál, þú veist, þannig að þetta er alveg stærra svona, já, svona græni munstur í þessu sko. Sem er þá einkenni sem og sjúkdómar sem að spretta af einhverjunni? Eða hvað? Já, eða sko, bara eitthvað svona flétta sem við vitum ekki alveg hvernig er það saman. Já, ég myndi segja það og sko vefjagigtin finnst mér kannski að held ég eftir að lesa mig betur til það en er sko út frá því að ganga svona mikið á sig alltaf, þú veist, að líkaminn fer að segja stopp, þú veist, segðu nei, þú getur ekki meira, orkan okkar er búin og ég ætla bara að stoppa fyrir þig. Þannig að meðvirknin er svona samofin einhverjunni hjá frekar konum en körlum af því að þú veist, þetta elur bara af sér, þú veist, þessar væntingar eru, þú veist, alltaf eitthvað, ég meina, konur eiga einhvern veginn alltaf að vera til staðar fyrir aðra og gera fyrir aðra og svo ofan á það ertu að einhvern veginn að fela þína eðlislegu þarfir og þá sko er meðvirknin svo mikil að vinnan sem fyrir í að vinda ofan að henni er erfiða því að þú veist hún er búin að vera svo lengi til staðar og svo þessi ótti sem bætist ofan á sem er óttin við að verða fyrir aðkasti að því að ég segi mér að nei eða er að biðja hluti er að segja kannski í þessi einhverf
ósýnileikin líka út af því að þær þora ekki að koma fram og segja, heyrðu, ég einhverf kannski við vinnuveitandan af því þá stemningin svona ok, hún að fara að vera með vesen þessi, þú veist, í staðin fyrir að horfa á það sem ég var að nefna mjög mikilvægt að tala eru þessi kostir. Minnist það getur líka verið mjög miskullausir, það eru allir að fitta í sama boxið og mikið svona goggað og ef að allir vil ekki koma í, hvað heitir þetta, svona ferðir, svona sigla niður flúðir eða eitthvað, berja saman hausinn, einhverju hljóta ekki að fíla það. Nei, það er bara hræðilegt, hræðilegt, svona hópefli. Já. Þegar nýji fósturinn kemur með það, þá fær hinn einhverju kvíðan. 100%. Þeim aðeins varðandi meðvirkni kvenna, áttu við að allar konur eru þröngvarið að vera svolítið meðvirkar. Og það fyrir ykkur svona mikil pláss af bara sálarlífinu og innra lífinu og orkunum minni. En ef ég einhver kona, þá tekur það alveg þetta pláss og þá hef ég náttúrulega minni möguleika, minna svæði sem að verða það sem að ég vil helst vera eða gera það sem ég geri. Þetta virkar þannig. Algjörlega. Þess vegna virkar, get ég sé enga mun, en sem ég sé raunverulega ekki hvað einhverfa meðvirka konan að fórna miklu. Nei. Einmitt, og þær eru náttúrulega hvattar til þess að vera ekkert að tala það, þú veist, ekki vera með svona mikla þarfir, ekki vera öðruvísi, ekki vera einhvern veginn, þú veist, manneskja sem ég veit ekki hvernig ég á að höndla og ég veit ekkert þú veist, og eins og þú segir, sko, bara, þú veist, bara auka, þú veist, að tala meira þetta og svona gera þetta einhver svona almennri þekkingu held ég að sé að fara að bæta bara mjög mikið, þú veist, að fólk sé einhvern veginn minna hrætt við þetta, skilurðu, og minnka þessa fordóma. Herðu, þegar þú komst inn þá var ég nú eitthvað að leika mér að því að segja svona, hvað eru að fara að tala, eitthvað svona. Og einhvern veginn barst talið út í fólki sem við þekkjum sameiginlega, út í svona fúla kalla. Og ég var eitthvað að segja þér af því að ég var á þeim aldri að það var margir kalla sem ég hitti á mínum aldri, þeir eru svolítið svona fúlir. Og svolítið svona einangraðir félagslega. Það hefði gott að því að bara eiga í samskiptum við fjölbreytilegra fólk og það myndi lækna mikið og ég var eitthvað svona, ég var eitthvað að reyna að snúa talinu svipa og ég var að tala áðan með 85% af okkur á milli okkar annars fólks. Að svona að það að halda svona félagslega umhverfinu heilbrigðu og raunverulega bara víðu og spennandi og skemmtilegu, að það bara mikið atriði fyrir sálarheill. Og þegar þú einangrast og hittir færri og kannski eru kallar á mínum aldrei byrja að lendi því að nennir ekki að hlusta hvað þeir eru að segja, sem náttúrulega rosalega erfitt fyrir kallana, en kannski konur hafa þurft að lifa lengi eða bara gripið fram í fyrir þeim og á fundunum og vinnustunum sem við vorum að tala þegar ég var að koma inn á ritstjórnur og svona, það var ekki hlusta á konurnar. Nei. Það bara var ekki. Nei. Og maður var bara endalaust var við það. Já. Að það var allt merkilegra sem að kallinn sagði. Já. En kallanir á mínum aldri lenda svolítið í þessu, það er ekki lengur virðulegur sess að vera gamall, hvorki verið kall og konur, eins og nú voru konur klæddu sér bara í peysufötin og voru virðulegar konur sem að maður líti og kallanir fengu sér staf og skegg og pípu. Já, og pípu og voru að tala eitthvað nýð kynnslóðin, eitthvað svona, nú googlum við það bara, við erum ekki lust á kallana. Þannig að þeir eru einangrast og lokast og verða svolítið fúlir og svona óöryggir í samskiptum í samfélaginu, rati ekki almennilega, þetta er ekki alveg þeirra heimur. Nei. Ég veit, þetta er náttúrulega ekki líkt einhverfunni. Nei. En að sömulega þetta samt svona hópur sem að einangraður sömulega svipaðum ástöðum. Já, upplifir sem svona utanveldu og veit ekki alveg hvernig þeir eiga ná kannski til annara eða. Kannast þau svona kalla? Koma þeir til mín? Þeir koma til mín og ég var að segja ráðan að þeir eru svona í uppáldi hjá mér. Mér finnst áhugavert að ræða við kallmenn sko almennt, bara að því ég er ekki kallmaður og mér langar að skilja þá betur. Mér langar eiginlega að skilja allt mannfólk betur og þess vegna kannski í þessu starfi en sko. Ég segi það sama sko, konur eru miklu skemmtilegri vinir heldur en
strákanir. Sko. Já, akkur finnst það? Bara, mér finnst strákanir eru svona, mér finnst það bara skemmtilegur samskipti. Við miklu skemmtilegur að spjalla við konur. Ég er ekki svona kall, sko. Ég minnst ekki gaman í káetunni eða veiðiskúrnum eða vinnuskúrnum eða... Já, ég skil. Og því ég nefndi áðan þegar ég byrjaði í blaðamennsku, það var alltaf bara ein kona þegar ég kom, áður var engin. Og breytingin bara á vinnustæðnum ritstjórn þegar það verður svona meira jafnvægi. Já. Það er bara miklu meiri burðargeta hvað er fjallað og bara allt annar og skemmtilegri heimur. Sko. Já, þannig að taka kannski annan vingil og... Já, bara eitthvað liti, já. Mér finnst svo gaman að ræða við þess að kalla bara almennt, að svona það breytist svo margt hjá þeim sko þegar það kemur svona aðeins aukin tilfinningagreind, þú veist, og það er ekkert þeim að kenna að þeir séu ekki með hana kannski alveg eins og konur, af því að það vantar hjá þeim svona þetta push sem við erum svo mikið að fá alla ævi, sem hvernig líður þér? Þú veist, það er svo mikið tala við stelpur þannig og þær tala svona við hver aðra og eitthvað. En kallarnir eru bara, ekki grenja, skilurðu, og gerðu þetta bara og verð sterkur og hætta að væla og allt þetta. Það er ekki bara að fara á völlinn og fara á völlinn og já, og fá ekki þessa æfingu og kannski, þú veist, er það líka partur af því að verða fúll þegar maður er gamall, skilurðu. Það er enginn sem hlustar á mig, mér líður illa og ég veit ekki af hverju og ég fæ ekki aðstoð og ég vil ekki leita mér aðstoðar af því þá er ég aumingi eða þannig að Ég hef áhyggjur af sömum sem að svona hugsunin lokast inni ef þú ert ekki nógu svona ríkum félagslegum samskiptum og þá kemur svona meiri þráhyggjublær á þetta, annað fólk fer meiri í taugarnar á þér. Ótrúlega leiðileg svona hugsana lúpa ykkur sem að margir festast í. Já, og kannski hangir það líka saman við, þú veist, að vita ekki alveg hvernig þeir eiga að tengjast, sko, þú veist, að vilja tala hluti en vera leiðilegir leið og þá náttúrulega vill enginn tala við þig og þá náttúrulega það getur ryðgað. Ég bendi stundum á í svona blaðamennsku að ástæðan fyrir því að innringjandinn út af sögu byrjar á háa síðinu er vegna þess að hann er svo vanur því það er ekki hlustað á. Þannig hann byrjar bara ég verð bara að segja það hann er bara og þetta er lært sko, vegna þess að hann er búin að fá svo mikla höfnum á því að það skiptir engum máli hvað hann segir. Hann bara byrjar þarna sko. Akkurat, og kannski á endanum hlustar einhver þegar ég byrjaði að öskra. Þannig hann þyrfti bara að fara í ræktina og byrja bara á léttum lóðum og fara kannski bara í félagsvist og spjalla við fólk og á svona einfaldan hátt skipulegu samtali. Eða fá rútupróf og byrja að keyra. Það er margir kallar á mínum aldri og eldri sem að blómstra á ný þegar þeir fara að vinna í túrisma, hitta umgangast á fólk sem er í frí og er í góðu skapi og er í svona bara léttum samskiptum. Þetta er ekki þung samskipti. Nei, og túristarnir náttúrulega vilja hlusta á þá. Já, allt sem að þetta fjall og eitthvað svona sem koma til þeirra svo börn, það er rétt. Ég hef séð þetta að margir kallar hressast mjög við að fara að vinna í túrisma. Við mælum með því. Allir einmanna. En er einhverfa sjúkdómur? Nei. Er einmannalegi sjúkdómur? Einhverju leyti, sko. Eða svona, ég meina, ástand, tilfinningalegt ástand. Ég veit ekki hvort það myndum kalla það sjúkdóm endilega. En kannski svona starra leveli, þú veist, þá er þetta náttúrulega mjög alvarlegt, bara, þú veist, að það séu svona margir einmanna í dag og Það er fars á okkar tíma. Og við þurfum svona að hugsa leiðir til þess að laga þetta. Og það er ekki bara bundið við eldra fólk eða eldri kalla einmannaríkin. Hann herjar á bara unglinga og börn og ungt fólk og heldur betur. Og ég held að það sé mjög gott skref þetta sem margir grunnskólar er að taka, sem er að taka símana út úr skólanum. Þú veist, þau eru miklu meira að tala saman og það er læti á göngunum og þú veist, það sem áður fyrr var bara allt, var bara hljóð og allir sátu hlið við hlið og voru að skoða mismunandi miðla, sko. Að við þurfum slík samskipti. Já. Og leik. Já.
Er það gaman að fá þinga að spjalla fyrst og fremst einhverfu en við tölum nú ýmislegt annað. Kannski fæ ég þig aftur til þess að tala einmannleika eða eitthvað. Því þið finnst svo gaman að tala við karla. Endilega, ég mjög gaman að því og bara takk fyrir að fá mig og sýna þessu áhuga. Það er kærlega ekki. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.